Góðan daginn, kæru bæjarfulltrúar og aðrir íbúar sem horfa hér á þessa útsendingu. Í dag er fundur nr. 350 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar og í senn lýkur þessu ágæta kjörtímabili. Þannig að þetta er síðasti fundur þessara bæjarstjórnar. Og í dag er þriðjudagurinn 12. maí og í fundin í dag sitja Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson er fjarverandi vegna veikinda, en í staði situr fundin Tinna Rut Sigurðardóttir, Eyrún Fríða Árnadóttir er hér, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Guðrún Stefanía Voppbjörn Ingólfsdóttir og Björgvin Óskar Sigurjónsson, ásamt þeim Sigurjóni Andrésinni, Jónu Benný Kristjánsdóttur og Tjörva Óskarsinni. Á fundarritari í dag er hún Jóna Benný Kristjánsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Við eigum stóra dagskrá framundan og ég er aftur að gleyma því að því ég held nú hérna á hamrinum, þá gleymi ég nú að setja fundin en fyrirgefi það, en hér með er fundur settur nr. 350. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég gleymi að byrja á þessu, en fyrirgefi það. En dagskráin í dag byrjar á fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 348. Hún er hér lögð fram til kynningar og umræðu. Orðið laust ef einhver vill ræða hana. Svo er ekki, þá höldum við áfram. Það er annað mál á dagskrá, það er bæjarstjórn Hornafjarðar fundur nr. 349. Og það er sama, hún er lögð hér fram til umræðu og kynningar. Þeir sem vilja ræða hana, gjörðu svo vel ekki að merki. Það gefur engin merki, þannig að þá höldum við áfram. Það er fundur, þá þriðja mál á dagskrá, það er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1216. Og undir þeirri fundargerð eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 113, fundargerð hafnarstjórnar Hornafjarðar nr. 283, fundargerð fræðslu- og frístundanefndar nr. 135, ásamt talsvert að öðrum málum. Orðið laust gjörðu svo vel. Það er Tinna og svo Stefanía. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk Sveitarfélagsins. Ég vil taka til máls undir þriðja máli þessara fundargerðar. Það er fræðslu- og frístundanefnd, fundur 135. Þar var fyrsta mál, ungmennaráð nr. 110 og á þeirri dagskrá verða þriðja mál, skuggakosningarnar 2026. Ég vil benda á að þær eru í gangi í dag í FAS og á morgun í grunnskólanum og hvetja öll sem hafa kosningarétt í skuggakosningum til þess að kjósa í dag og á morgun. Við verðum að nýta kosningaréttin. Ég vil líka hvetja okkur öll til þess að ræða við ungmennin í kringum okkur og hvetja þau til þess að kynna sér málin og kjósa, því að þeirra rödd skiptir svo gríðarlega miklu máli, hvort sem er í skuggakosningum eða almennum sveitarstjórnarkosningum. Samfélagsleg ábyrgð, kynna sér málefnin og fá að taka þátt er svo stór hluti af því að fullorðnast og vera ábyrgur einstaklingur. Niðurstöður skuggakosningana verða síðan kynntar þegar fyrstu tölur úr sveitarstjórnarkosningum liggja fyrir þann 16. maí, næsta laugardag. Takk fyrir. Takk fyrir Tinna, takk fyrir Tinna. Stefanía næst, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að tala undir fundargerð fræðslu- og frístundanefndar, það er mál nr. 7, lengri opnun sundlaugar á þriðjudögum, tilraun í febrúar. Það var tilraunaverkefni í febrúar að frumkvæði ungmennaráðs að hafa lengri opnun í sundlauginni í febrúar. Við vorum hérna frambjóðendur á skemmtilegu viðburð á fimmtudaginn í síðustu viku sem ungmennaráð stóð fyrir, en það var eins konar hraðstefnumótar fyrirkomulag þar sem frambjóðendur hittu ungmenni og fengu 4 mínútur til að ræða saman. Þar kom ákall til mín að lengja opnunartímann í sundlauginni aftur. Þar var sérstaklega nefndur föstudagur og ungmenni sem ræddu við mig þetta sögðu að þetta munaði þau miklu. Ég vildi bara hvetja næstu fræðslu- og frístundanefnd að skoða að fara í aðra tilraun eða jafnvel bara lengja opnun sundlaugarinnar þó það væri bara 4 sinnum í mánuði. Takk. Takk fyrir Stefanía. Við erum hérna í fundargerð nr. 1216 bæjarráð Hornafjarðar. Orðið laust gjörðu svo vel. Ásgerður.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar til þess að tala hér mál sem líka undir fræðslu- og frístundanefnd. En það mál nummer 2, sumarfrístund. Þó svo leiðilega staða eða snúna staða er komin upp að Ungmennafélagið Sindri hefur sagt sig frá því að vera með leikjanámskeið eins og verið hefur bara langa hríð, þegar síðan elstu menn muna held ég liggur við, og þannig að það er verið að smíða dagskrá fyrir yngstu börnin í sumar, þeir sem hafa áður tekið þátt í leikjanámskeiðunum. Við höfum nú ekki frétt neitt af því hér í bæjarráði eða í bæjarstjórn hvernig það gengur, þannig ef ykkur getur upplýst okkur það, þá væri það náttúrulega bara mjög gott. En okkur var sagt að hér þegar þetta var síðast rætt á þessum fundi sem að bæjarráð sem að er dagsettur 14. apríl, að það var einhverjir áhugasamir, einhver félagsamtök að búa til námskeið, þannig að börnin hafi nú eitthvað við að vera. Þannig að ég vona nú eins og oft gerist að við Íslendingar erum oft á síðustu stundu og það svona bjargast fyrir horn. Þannig að bara fyrir það foreldra sem eru farnir að huga sumrinu að bara hvetja þá til þess að fylgjast vel með. Því að þetta dettur örugglega inn þó að þessi skrýtna staða sé komin, og það verður kannski tækifæri bara til þess að gera eitthvað allt annað heldur en að krakkarnir eru vön og kynnast nýjum frístundum. Takk fyrir Ásgerður. Já, og hún óskar eftir, gjör svo vel. Forseti, já, þetta er bara mjög góð ábending frá Ásgerði. Eins og staðan er núna höfum við ekki fengið nýjar fréttir síðustu kannski svona 2 vikurnar, þannig að ég vonast eftir því að fá að heyra eitthvað í næstu viku. Það var rétt, það voru fjölmargir aðilar áhugasamir, en hins vegar var ekkert komið fast í hendi, þannig að ég vona að sá áhugi sé til staðar. En tek undir með Ásgerði að þetta verður líklegast kynnt ekki kannski með besta fyrirvara og hvet alla til að fylgjast vel með því. Takk fyrir Eyrún. Orðið laust áfram, við erum hérna í fundargerð nr. 1216. Aðeins að kannski fara að bæta bara við þetta sem Eyrún sagði, að bara eftir bílferð minni með þeim sem þetta sér núna, þá lítur þetta til góðs vegar, en það verður fáum kynning á því á næsta bæjarráðsfundi. Ég hef ekkert fast í hendi til þess að kynna. En orðið laust, við erum í fundargerð nr. 1216. Það kveður sig engin frekar hljós, þannig að við höldum áfram. Við förum hér í fundargerð nr. 1217, bæjarráð Hornafjarðar, fundur 1217. Og undir honum eru fundargerð velferðarnefndar nr. 50, fræðslu- og frístundanefndar nr. 136, umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 114, sem og nokkur mörg önnur mál, 17 önnur mál. Orðið laust, gjörið svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar til að taka til máls undir máli 11, sem að þetta er atvikaskráning kjörinna fulltrúa. Ég vil bara byrja að þakka fyrir þetta mál, það hefur verið sett á dagskrá. Við ræddum það hér eftir bæjarstjórn, þar síðasta bæjarstjórnarfund. Tökum þessum ársreikningur var afgreiddur til hliðar, það var síðasta bæjarstjórnarfundur reglulegur. Og ég bara vona að það verði unnið áfram með þetta mál, en kveikjan að því að ég óska eftir þessu var að málefni var á dagskrá á Evrópuþingi sveitarstjórna í Strasbourg, þar sem ég satt í byrjun apríl, sem einn af fulltrúum Íslands á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Í þeirri umræðu voru dregin fram atvik sem að tengjast áreiti og ofbeldi gagnvart kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum í Evrópu og hvernig
staðan er bara á milli landa, hver tíðinni er og hvernig sporna megi við slíkum atvikum. Og það er þannig að það sem var lýst þarna er auðvitað mjög breiður skali því að sveitarstjórnir í Evrópu eru á mjög mismunandi stað og þetta er allt frá Ungverjalandi og Úkraínu og öðru stöðum þar sem er bara allt öðruvísi landslag heldur en við eigum að venjast. En einnig líka bara í Bretlandi, ótrúlega mikið áreiti að kjörna fulltrúa þar og það er nú nálægt okkur og svona kannski í þeim hluta Evrópu sem við tengjum sterkt við. Það er ljóst að spurt er tíðni í dag hér í Hornafirði á Íslandi að þá er fátt svör. Því að við vitum að slík atvik þau eiga sér stað en hingað til hafa þau ekki verið skráð, allavega ekki formlega eða skipulega og því verðum við að breyta til þess að átta okkur á stöðunni og einnig til þess að leggja línur bara hvað er eðlilegt og hvað ekki. Við erum mjög misjöfn og upplifum hlutina á ólíkan hátt en það má ekki gera það þannig að áreiti sé eitthvað sem að sé eðlilegt fyrir kjörin fulltrúa og ofbeldi hvort sem það beinist að kjörnum fulltrúa sem persóni eða lista eða framboðum í heild er slíku að það sé eitthvað sem að er bara megi hlæjað eða sé bara eðlilegt og gera ráð fyrir að gerist og annað slíkt. Þetta verðum við að taka föstum tökum. Málinu var vísað til nýráðins mannauðsstjóra og frá því að þetta var rætt 12. maí, nei, ég vil með 12. maí í dag, ég er ekki í fundargerðinni fyrir því. Þetta var rætt í bæjarráði 21. apríl að þá höfum við ekki frétt af hvernig það er en þetta mál var í stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga sem lagt var fram á Alþingi og samþykkt þar og vísað til Sambands íslenskra sveitarfélaga að vinna með þetta. En það hefur lítið frést sem er mjög dapurt, verði að segja, af því að við erum akkurat á þessum tímamótum kosninga núna og það hefur verið mjög gott að fá eitthvað innlegg frá sambandinu eða innviðaráðuneytinu akkurat á þessum tímapunkti. En ég þakka fyrir að þetta hafi verið sett á dagskrá og ég vona að næsta bæjarstjórn haldi áfram með málið, að það þurfi ekki að líða lengri tími og að þetta verði sett í einhvern farveg. En hvernig hann verður, ég veit það ekki, en bara vona að þetta verði unnið áfram með þetta því að ekki er vanþörf á. Takk fyrir Ásgeir, það er ekki mála þessu. Við erum í fundargerð númer 1217. Orðið er laust áfram, gjörðu svo vel. Takk fyrir þessu engin ljós. Þá förum við áfram og tökum fyrir 5. mál á dagskrá sem er fundargerð bæjarráðs númer 1218. Þar undir eru fundargerðir atvinnu- og menningarmálanefndar númer 87 ásamt nokkuð mörgum öðrum málum, 13 stykki. Orðið er laust, gjörðu svo vel, fundargerð númer 1218. Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn, mig langar að taka til máls undir 9. lið á dagskrá bæjarráðs fundargerð númer 1218. Það er umsókn með lóð Borgartún 5. Ég sé að þessi umsókn er ekki til afgreiðslu undir bæjarstjórnarfundinum sem við sitjum hér á núna en henni var vísað hingað til afgreiðslu á umræddum bæjarráðsfundi. Á íbúafundi í Öræfunum í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar kom í ljós óánægja frá einum landeigandanum varðandi hvernig samningur sveitarfélagsins við landeigandur Borgartúns hefur verið framfylgt síðastliðin 4 ár og varði greiðslu til landeiganda í samræði við hann, sem er miður. Mér langar því bara að spyrja út í hvort úthlutun lóðarinnar stranda fyrir óánægju eða hvort önnur ástæða liggur þar að baki. Eins spyr ég hvort að verið sé að skoða framfylgni á þessum umrædda samningi við landeigandur og óánægju þeirra í tengslum við hana. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin.
Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti, já, það hefði verið kannski fínt að fá ábendingur að þennan fundarlega vantaði. Ég geri fastlega ráð fyrir að það hafi verið mannleg mistök þegar að fundarboðið var yfirfarið. Já, ég var náttúrulega sama íbúafundi og Björgvin og heyrði þessar óánægju raddir og upplifun landeiganda af þessum samningi. Og ég tel alveg eðlilegt að við tökum það upp, hvort að það sé komin einhver gögn til þess að vinna úr með þennan samning eða eftirfylgni hans tel ég ekki, en gerir fastlega ráð fyrir ný bæjarstjórn fái það í hendurnar að yfirfara samninga nýtingu lóða þarna í dreifbýlinu og gerir þá bara betur þegar að frekari samninga verða gerðir í framtíðinni. Takk fyrir Eyrún. Orðið er laust, fundargerð 1218 fyrirgefið. Björgvin. Forseti, góði fundarmenn, takk fyrir svarið. Ég tók svo bara eftir þessu hérna í gærkvöldi, þannig að hérna, því langaði með að spyrja út í það. En svo því sitt haldið haga þá held ég að sé ekki óánægð með samningin sjálfan, heldur í rauninni framfylgnina á honum núna undanfarið. Þannig bara svo það sé skýrt. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti, það er kannski erfitt að svara áður en maður er búinn að hafa smá tíma til þess að glöggva sig á þessu, en nú gafst mér smá tíma meðan Björgvin kom aftur í pontu. Úthlutinu var staðfest á síðasta fundi bæjarstjórnar, ég einfaldlega glemdi því. Þannig að þetta er bara komið, allir sammála að við væntanlega vinnum vel að framfylgni samningsins og pössum þá ákvæðin og eftirfylgni sé í samræmi við það. Og þá ættu allir að vera ánægðir. Allir ánægðir, segir Eyrún. Tökum það með okkur. Við erum í fundargerð númer 1218. Fleiri sem vilja taka til máls, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Af því að þetta er á síðasti fundinu minn, þá ætla ég nú að koma hérna Björgvin aðeins til varnar. Hann var ekki á síðasta fundi sem átti að fjalla bara um ásreikning sveitarfélagsins, en urðu hérna 4 mál, þannig að það var ýmsu slætar þar með. Þannig að hérna bara eðlilegt að hann hafi leitað að þessari úthlutun þar sem hann var að fara yfir bæjarráðsfundargerðirnar. Geri ég ráð fyrir. Ég segi þetta án þess að hafa spurt hann. Takk fyrir Ásgerður. Fleiri sem vilja taka til máls fundi bæjarráðs númer 1218. Svo er ekki, þá ljúkum við þeirri umræðu og förum í næsta fund bæjarráðs Hornafjarðar númer 1219. Hann var 5. maí. Það er engin fundargerðirnar nema íþróttahúshönnun og hann er númer 50, hann er hér lagður fram, og svo önnur mál. Orðið er laust, gjörðu þið svo vel, undir fundargerð númer 1219. Björgvin. Forseti, góði bæjarfulltrúar, ég langar að taka til máls undir 10. máli, það er sem heitir niðurföll og götulýsing við hús Björgunarfélags Hornafjarðar. En samkvæmt bókum bæjarráðs í þessu máli stóð til að svara síðari hluta erindisins á næsta fundi bæjarráðs sem var í dag, en fyrirspurnin sneri að óskum útskýringum á rúmlega 50 milljóna styrk til Björgunarfélags Hornafjarðar sem minnst er á í fundargerð hafnarstjórnar nr. 277 og í hverju sá styrkur felst. Ég satt sjálfur þennan fund hafnarstjórnar en átta mig ekki á því af hverju ekki er hægt að svara þessu erindi fljótt og vel. En ég get hins vegar séð að þetta hafi ekki verið á dagskrá á bæjarráðsfundinum í dag, sem var fyrir í dag,
og því er þessari fyrirspurn enn ósvarað að með best vitandi. Því spyr ég, er eitthvað sem hindrar að þessu verið svarað eins og lofa var? Takk fyrir Björgvin. Eyrún vill svara. Svel Eyrún. Jú, koma. Herri, ég ætlaði líka, forseti, fyrst kannski að bregðast við þessu. Það voru ekki mannleg mistök áðan að ræða þegar við ræddum útlönd lóðarnar en þau voru hins vegar hér. Það gleymdist einfallega að færa málið yfir á milli funda og þá fór það einfallega á milli skips og bryggju þegar kemur á dagskránni. Þannig að ég biðst afsökunar, þetta er komið inn á dagskrá næsta fundar og verður því svarað. Ég ætlaði eins og að vera komingað og ræða fundargerð stýrihóps nýtt íþróttahús. Núna höfum við síðustu vikur unnið að því að vinna og útfæra, vinna að útboðsgögnum fyrir nýjan gervigrasvöll sem ætti kannski að vera fagnaðar erindi fyrir alla en það sýnist mér allir flokkar lofa því að þetta verði hið mesta forgangsmál á næsta kjörtímabili. Hér sitjum við 3 í þessum sal sem að mynduðum að stýrihóp og það er því mér mikil ánægja að segja frá því að núna erum við að vinna gögnin þannig að það þarf engan sérstakann pólitískan forgang til þess að fylgja þessu máli áfram. Gögnin munu liggja fyrir nýrri bæjarstjórn, tilbúin til afgreiðslu, kjósi hún svo að gera og þá verður vonandi hægt að koma gervigrasi á Jökulfellsvöllinn fyrir næsta leiktímabil, næsta sumar. Þarna finnst mér bara mikilvægt að við séum að huga að því að kosningar tefji þetta ekki. Við vinnum áfram gögnin, ákvörðunarvaldið verði á nýrri bæjarstjórn og því ætti íbúar kannski að geta verið fullvissir það að þetta þurfi ekki að stoppa óháð því hvaða flokkar mynda nýja bæjarstjórn. Takk fyrir Eyrún. Við erum í fundargerð númer 1219, orðið Laufgerðisvöll. Það kveður sig engin frekar ljós, þannig að þá höldum við áfram. Það er dagskráin í dag. Þá er það 7. liðurinn á dagskráin í dag. Það er ársreikningur Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir ár 2025. Ársreikningur Sveitarfélagsins Hornafjarðar nr. 2025 er lagður hér fram til síðari umræðu í bæjarstjórn. Engar breytingar hafa átt sér stað frá fyrri umræðu. Bæjarstjóri kemur hér í pontu og gerir grein fyrir ársreikningi Sveitarfélagsins. Gjörðu svo vel. Sigurjón. Takk Gauti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að varpa hérna glærum upp á skjáinn sem að þið sjáið. Við leggjum hérna fram ársreikning Sveitarfélagsins til síðari umræðu. Og já, textin á að vera á fyrstu tveimur en hann sést ekki á skjánum. Hann Tjörfi er sem sagt með glærur á skjánum sem eru í fullscreen. En rekstratekjur á árinu, það náðu rúmlega 4,7 milljörðum króna samkvæmt þessum reikningi og þá er átt við A- og B-hluta. Og þar af eru rekstratekjur í A-hluta tæpir 4,3 milljarðar. Álagningarhlutfall útsvars var 14,97 sem er lögbundið hámark og álagningarhlutfall fasteignaskatts í A-flokki var 0,37 á síðasta ári. En eins og sést á glærunni að þá var það lækkað núna á þessu ári og er 0,33 hjá okkur núna. Rekstraniðurstaða á B-hluta, hún var jákvæð 535 milljónir króna og rekstraniðurstaða A-hluta var jákvæð þar af 388 milljónir samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið Sveitarfélagsins í árslok nam rúmlega 7,7 milljörðum og fyrir A- og B-hluta en eigið A-hluta var rúmir 6,4 milljarðar. Þannig að reksturinn hjá okkur er í mjög góðu jafnvægi þrátt fyrir miklar fjárfestingar. Mjög jákvæð afkoma. Veltufé, það styrkist verulega á milli ára og þetta er svona þessi lykiltala sem við erum stöðugt með augun á, tala sem að sýnir svona okkar getu til þess að fjárfesta og greiða af lánum án þess að þurfa að taka fjármuni að láni.
mjög ánægilegt að sjá veltufé vera stöðugt að styrkjast hjá sveitasjóði. Nú skuldir og skuldahlutfall hjá okkur, að þá hafa skuldir lækkað og skuldahlutfall sveitafélagsins hefur lækkað úr 70% í 53% á kjörtímabilinu og skuldaviðmið samkvæmt reglugerð það hefur farið úr 46% niður í 24%. Og þið sjáið á skjánum þarna 3 súlur, þið sjáið A-hlutann, skuldir A-hluta sem er blái hluti súlunar, skuldir B-hluta sem er orange. Þannig að samtals eru langtímaskuldir okkar í kringum milljarð núna við lánastofnanir. Það varð svona fall í skuldunum á síðasta ári og það tengdist því að það voru yfirtekin nokkuð mörg lán þegar að við lögðum inn í Bríeti og gerðum samning við Bríeti um sölu á einum 18 íbúðum. Hérna sjáum við mynd þar sem er fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum og athugið það að þessar tölur sem að koma þarna fram, við erum búin að draga frá innheimt gatnagerðargjöld og fráveitu styrk eða styrki sem við fengum á þessu tímabili. Þeir koma til frádráttar fjárfestingunni. Sagan sem að þessi mynd er að segja okkur er að síðustu ár höfum við verið að áætla mun meiri fjárfestingu heldur en við höfum getað svona ráðist í. Og þar munar náttúrulega á þessu ári, ef við sjáum að við erum með rúmlega 1,5 milljarð í áætlunum en erum að fjárfesta þarna að frádregnum gatnagerðargjöldum og styrkjum 825 milljónir. En þarna munar mest 2 verkefni. Það eru náttúrulega þetta mikilvæga verkefni okkar að losna frá framtíðarskuldbindingu og áhættu varðandi hjúkrunarheimilið, þar sem við vorum með 250 milljónir af þessu inn í áætlun hjá okkur. En við vorum líka með íþróttahús og grunnskóla 200 milljónir þar og það hefur svona það gekk hægar en við gerðum ráð fyrir en svo koma nokkur smærri mál hann inn sem eru til dæmis gatnagerð og innviðir í Hagahverfinu sem ekki eru komnir kannski jafnlangt og einhverjir myndu vilja en samt sem áður vinnan alveg á fullu þar núna og þetta verður ekki staðan á árinu 2026 að ég myndi telja. Þarna höfum við verið talsvert langt undir áætlun og raun fjárfestingu en það hefur gengið mun betur hjá okkur núna að koma verkefnum af stað, fráveituáfangi 4B í fullu gangi, gatnagerð í Hagahverfi í fullu gangi, Sindrabær, hann er að klárast og það er búið að setja hljóðkerfið upp og verkkonin á ljósabúnaði er að fara af stað. Nú það er verið að vinna í Ekrunni í fyrri áfanga af breytingu þar sem við erum að fara í, eða jafnvel fyrsta áfanga. Það er allt á fullu, ráðsið er komið í gang og gáran er búin í bili og síðan erum við farin í útboð með Silfurbraut, Fiskhólinn og það er gatnagerð við Hafnabrautina líka, þar sem gárungarnir hafa kallað Skúlagötu við Vestlunarmiðstöðina og svo erum við að fara í framkvæmdir líka í félagsheimilunum okkar, Hofgarði, Hofi og Hrollaugstöðum og Hofgarður. Að það er búið að fá hérna heimil til útboðs þar og það er í ferli. Við erum líka að vinna í að klára útboðsgögn á nýju gervigrasi í Báruna og það er mjög ánægilegt og við munum endurnýja það núna í sumar. Og síðan erum við að fá ný ljós í hérna Báruna líka, það er mjög gott. Og síðan eru framkvæmdir við Hafnaskóla, Láðþakið og það verður tekið ýmislegt fleira, þannig að við erum með mjög mörg verkefni sem eru komin af stað núna og við megum alveg gera ráð fyrir því að þessi áætlun fyrir árið 2026 að rauntala verði miklu nær þeirri áætlun heldur en kannski sagan segir af kjörtímabilinu. Nú, þá er það bara örstutt samantekt á þessum ársreikningi. Nú, reksturinn er mjög traustur, við erum með jákvæða afkomu 535 milljónir króna í A- og B-hluta. Veltufé er að styrkjast og það þýðir aukið svigrúm til fjárfestingar.
það er mjög sterk eiginfjárstaða og mjög hófleg skuldsetning hjá sveitafélaginu. Og sveitafélagið afar vel í stakk búið að takast á við það sem við erum að fara að takast á við, sem náttúrulega gervigras og nýtt íþróttahús og svo endurnýjun á skólasvæði og grunnskólanum. Og við erum í mjög góðri stöðu til þess að fara í þetta. En við erum líka í mjög góðri stöðu til þess að huga núna að því að fara í gjöldin. Og mér sýnist vera bara mjög svona pólitískur einhugur í þeim flokkum sem eru að bjóða fram núna í Hornafirði að svona hafa augun á gjaldaliðnum fyrir fjölskyldunar. En við ætlum áfram að vera í fjárfestingum og gera það af ábyrgð og skynsemi, en þessi reikningur ber merki mikinn styrk og uppbyggingu í sveitafélaginu Hornafirði. Þannig að við erum vel í stakk búin með þennan reikning fyrir okkar framtíðar áskoranir. Kæra þakkir. Takk fyrir Sigurjón fyrir þessa kynningu og takk fyrir annað starfsfólk sem hefur lagt hönd á bakka til þess að afgreiða þennan ágæta ársreikning. Orðið er laust, gjörðu þið svo vel ársreikning fyrir árið 2025. Það kveður sig engin ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki ársreikningin fyrirliggjandi fyrir árið 2025. Þeir sem eru því samþykkir eru skýja merki. Hann er samþykktur samhljóða. Takk fyrir það. Þá förum við hér í lið nr. 8 á dagskránni í dag. Það er viðaukar fyrir fjárhagsáætlun árið 2026 og bæjarstjóri kemur hér upp og hann er ennþá tengdur skjánum á tölvunni sinni. Já. Og ágætt að benda honum á það áður en að fer inn á einhverja vitleysu. En hann gerir hér grein fyrir viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 og fjárhagslegum áhrifum hans. Orðið gjörðu svo vel, Sigurjón. Ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir það, Gauti. Ég ætla að koma mér inn á þetta hérna. Ég geri hérna grein fyrir viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun ársins 2026 og fjárhagslegum áhrifum hans. Viðaukinn felur í sér breytingar á rekstri og fjárfestingum. Við gerum ráð fyrir því að mæta honum annars vegar með lækkun á handbæru fé upp á 43,7 milljónir króna og hins vegar með tilfærslu fjárheimilda innan A-hluta að fjárhæð 39,8 milljónir króna. Lækkun fjárheimilda í B-hluta er sjálfstæð aðlögun að uppfærðri fjárfestingaráætlun og er ekki hluti af fjármögnun viðaukans. Og meðfylgjandi, svo það er yfirlit hérna sem að sýnir áhrif viðaukans á upphaflega samþykkta fjárhagsáætlun ársins. Þá eru breytingarnar þessar að það eru sem sagt fjölmenningarleg inngilding, það er ný fjárheimild þar upp á 2 milljónir, samstarfssamningur við rannsóknasetur HÍ sem er ný fjárheimild upp á 1,7 milljónir, kaupa á eignaumsjónakerfi sem er tilfærsla upp á 3,1 milljón og þetta er því samtals í rekstrinum 6,8 milljónir króna. Eftirfarandi breytingar eru síðan á fjárfestingum. Það er tankbifreið fyrir slökkvilið í Öræfum. Þetta er ný fjárheimild upp á 40 milljónir króna. Krókheysisbíll eins og þetta er kallað. Síðan er það endurbætur á Hofgarði. Þar erum við að fara í miklar endurbætur á eldhúsinu, mjög metnaðarfullt og flott verkefni og þar á sér stað tilfærsla sem að nemur 33,9 milljónum króna. Og svo er eilítil tilfærsla út af framkvæmdum í Ekru sem að ég sagði hérna frá áðan að er á fullu og það eru 2,8 milljónir þannig að í fjárfestingunum er þetta samtals 76,7 milljónir króna. Þessi rekstrarlegir afskriftir sem ekki hafa áhrif á handbært fé eru samtals 2,1 milljón króna. Uppfærð fjárhagsáætlun. Við mætum þessum framangreindu viðbóta fjárheimildum
gera ráð fyrir því að lækka áður samþykktar fjárfestingaheimildir í A-hluta. Íþróttahús, grunnskóli, hönnun og bygging, við lækkum það 10 milljónir. Nýju göngustígar, það lækkað 15 milljónir. Hafnaskóli, lágþakið, fengum hagfellt og gott tilboð þar, þannig að það lækkar 10 milljónir. Og síðan fjárfesting sem áætluð var í Fjallahjólabraut upp á 10 milljónir, hún lækkuð í 5, þannig að eftir standa 5. Og í A-hlutanum þetta sem sagt 40 milljónir. Og í B-hlutanum hins vegar að ræða lækkun sem endurspeglar aðlögun að uppfærðri fjárfestingaráætlun og hefur ekki áhrif á fjármögnun viðaukans. Þetta fráveituáfangi 4B, þar 15,7 milljónir og bræðslubryggjan sem þá mínus 31 miljón, B-hluti samtals 46,7 milljónir. Og við leggjum hérna til að þetta verði samþykkt sem viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2026. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Orðið laust hér viðauka við fjárhagsáætlun fyrir árið 2026. Eitthvað sem hvað, já, Björgvin Gjörsvel. Forseti góðir fundamenn, eins og þið eflaust búin að koma að stað sérstakt áhugamál hjá mér að stíga hér upp í pontu og tjá mig viðauka við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. En nú stíg ég hér alveg upp til þess að lýsa yfir ánægju með að loksins meirihlutinn fann að hlusta á mig og var hamingjusamur með það. Vildi bara að við byrjaði á því fyrr. En í framlögum viðauka, eins og Sigurjón kom á, ekki einungis gert ráð fyrir viðbótar fjárheimildum eins og í fyrri viðaukum, heldur einnig búið að lækka áður samþykktar fjárfestingarheimildir til að koma á móts við viðbótar útgjöld, eins og ég hafði áður talað um. Því hér með hrósað á minni hálfu og samþykki ég því viðaukan glaðar en oft áður. Takk fyrir. Það er gott að við gátum glatt yfir Björgvin minn. Orðið laust áfram. Við erum í lið nr. 8 á dagskránni í dag. Það viðauka við fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Viðauka fyrir fjárhagsáætlun árið 2026. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sig engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki viðauka nr. 3. Þeir sem eru því samþykki virðast gefa merki. Björgvin samþykki líka, hann þetta samþykki með 7 atkvæðum. Takk fyrir. Þá förum við í lið nr. 9. Það samþyktun meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Hornafirði árið 2026. En samkvæmt 15. grein samþykktar stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Hornafjarðar, samanber 1. tölulið 1. málsgreinar 18. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá árinu 2011, ber bæjarstjórn að hafa 2 umræður samþykktir og aðrar reglur sem samkvæmt lögum eiga hljóta staðfestingu ráðherra. Samkvæmt samþykkt meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Hornafirði því lögð hér fram til síðari umræðu í bæjarstjórn. Og gef ég hér orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sig engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykkt meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Hornafirði og því sem því samþykki virðast gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 10. liðinn á dagskrá í dag. Það Hornafjörður náttúrulega, samkvæmt 15. grein samþykktar stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Hornafjarðar og og 1. málsgrein 18. greinar sveitarstjórnarlaga skal sveitarstjórn hafa 2 umræður stefnumarkandi áætlanir sem gilda eiga til lengri tíma og taka til sveitarfélags í heild eða meiri hluta þess. Heildarstefna sveitarfélagsins Hornafjarðar, Hornafjörður náttúrulega því lögð hér fram til annarrar umræðu. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sig engin hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki framlagða heildarstefnu sveitarfélagsins Hornafjörður náttúrulega, þeir sem eru því samþykki virðast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum.
Þá fyrir við hér í 11. liðið á dagskránni í dag. Það er samþykkt kjör fulltrúa sveitarfélags Hornafjarðar. Lögðu fram tillaga að breytingum á samþykktum kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins Hornafjarðar. Er að ræða gagngera endurskoðun á samþykktinni þar sem ný samþykkt hefur verið unnin frá grunni en þó með sambærilegum kjörum fulltrúa og áður var að leiðarljósi. Orðalaust gjörið svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er rétt sem kemur fram hér í innganginum að þetta er mikil gagnger endurskoðun. Það er búið að velta þarna hverjum steini en án þess þó að í rauninni breyta mikið kjörunum og eiginlega bara hverfandi og bara lítið eða bara jafnvel lækka eitthvað aðeins sem að ég held að sé bara mikilvægt að komi fram að kjörin, nú er þetta gildishlaðið bara ágætt að mínum mati að miða við mörg önnur sveitarfélög en þarna hafa verið náttúrulega bara ýmis göt eða kannski hlutir sem að ekki hefur verið hugsað út í eða ekki þurft að takast á við og annað slíkt sem er búið að fara nú í mikla endurskoðun og ég langar til þess að þakka sviðsstjóra stjórnsýslu og eitthvað fjármálasviðs, Jónu Benni Kristjánsdóttur, kærlega fyrir hennar vinnu í þessu því að hún hefur verið heilmikil. Við hefum tekið þetta oft til umræðu og hvert einasta skipti sem hún kemur eitthvað þá, nei, hvað með að hafa þetta svona, hvað með að hafa þetta hins veginn? Og hún hefur farið með skjalið og breytt og bætt og svo kom, en þá sjáum við eitthvað annað. Þannig að þetta er bara mjög gott og þannig verið að taka tillit til bara alls konar aðstæðna sem að hafa komið upp eða vitum að til að gæti hugsanlega komið upp og verið að svona pússa upp í það. Þessi tímapunktur í lok kjörtímabils og það að samþykktin taki gildi, reyndar erum við náttúrulega síðasta fundi þannig að eðlilega myndi hún aldrei taka gildi fyrir þessa bæjarstjórn en það að vinna þetta svona að bæjarstjórn sé að vinna fyrir það næstu þannig að þeir fulltrúar þurfi ekki að byrja á því að taka sín kjör til skoðunar, finnst mér mjög gott og bara hefur verið gert svona lengi og bara til fyrirmyndar. En hins vegar þá getur vel verið að þeir sem taki hér við vilji eitthvað endurskoða kjörin en þá er þetta bauna á það að þeir bara verða að hafa þetta svona. En ég er bara með langaða til þess að þakka Jónu Benni fyrir hennar innlegg í þetta og þolinmæðina í þessa vinnu og ég held að getum bara verið stolt af þessu plaggi þar sem við erum búin að held ég allavega það sem við sjáum núna en auðvitað er alltaf eitthvað sem kemur upp og þá er mjög góð klausa aftast í stefnunni að það sé bæjarráð hafi heimild til þess að taka upp mál sem að í rauninni hafa ekki komið upp áður án þess þá að bæjarstjórn þurfi alltaf að breyta samþykkinni þannig að það er eitthvað svona smávægilegt. Mjög gott Ásgerður, takk fyrir hérlega. Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti, mér langaði kannski bara að koma aðeins hérna og taka undir með henni Ásgerði. Það hefur verið vægast sagt fróðlegt að vinna þetta í bæjarráði. Ég tek undir með þakkir til sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs fyrir mjög góða og faglega vinnu í þessu. Þessi samþykkt er kannski gott dæmi það hvernig við getum nýtt okkar fyrir reynslu. Hvernig við horfum öll ólíkt á hlutina og reynt að vinna saman skjal sem að við getum öll verið pínu stolt af því að við skilum til næsta kjörtímabils. Hefur bara, eins og segi, verið verulega fróðlegt og gott og gefandi samtal í bæjarráði að vinna þetta. Þannig að ég vil bara taka undir með Ásgerði, þakka Jónu Benni Kristjánsdóttur kærlega fyrir og vona að þessi samþykkt nýtist vel og muni verða frekar til gagns heldur en trafala á næsta kjörtímabili fyrir nýja bæjarstjórn. Takk fyrir Eyrún og því ég sitt nú í bæjarráðið líka þá langar mér bara að fá að taka undir þetta með þeim báðum. Takk henni Jónu Benni fyrir og ég get alveg viðurkennt að þetta mál er svolítið farið í taugarnar á mér að það þurfa að fjalla um þetta en þegar við leggjum þetta fram svona og síðasta
fundi bæjarstjórnar og þá er þetta góður undirbúningur regla fyrir næstu bæjarstjórn og ég er afskaplega sáttur við það sem við erum að leggja hér fram í dag. En orðið er laust, gjörðu svo vel. Við erum í lið nummer 11, það er samþykkt kjör fulltrúa í sveitarfélaginu Hornafirði. Og orðið er laust, ykkur fleiri sem vilja taka til máls. Mæra Jónubenni. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ekkert bæjarfulltrúar, það er kannski bara eitt sem ég rak augun í, það er nafnið á málinu. Af því að það heitir samþykkt kjör fulltrúa í sveitarfélaginu Hornafirði. Að kannski meira lýsandi ef að kjörinna fulltrúa væri þarna eins og í rauninni svo skjalið heitir undir. Þannig að svo ég haldi mig í smáatriðinu. Takk fyrir Ásgerður, smáatriðin eru afskaplega nauðsynleg, mikilvæg. Orðið er laust áfram, gjörðu svo vel. Að kveður sem engin frekar hljóðs, því leggir til að bæjarstjórn samþykki uppfærða samþykktum kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa. Það geti því kjörinna fulltrúa sveitarfélags Hornafjarðar. Þeir sem eru þessu samþykkir vísast gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við hér í 12. lið á dagskráni. Það er breyting á deiliskipulagi, motocross, stækkun vegna fjallahjólabrautar. Lögðu fram tillaga að breytingu á motocross-svæðis á Höfn. Breytingi felur í sér stækkun á skipulagssvæði og skilgreiningu á nýjum sportgreinum innan skipulagssvæðisins, enduro og fjallahjólabraut. Kynningafundur vegna tillöguna var haldinn 8. maí síðastliðinn. Og orðið hér laust, gjörðu svo vel og einhver vil ræða þessa deiliskipulagsbreytingu. Hann Sigurjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara hrósa Aksturs íþróttafélagi Austur-Skaftafellssýslu fyrir metnaðinn. Þeir eru þarna með mjög skemmtilegar hugmyndir að útbúa skemmtilega fjallahjólabraut fyrir okkar krakka sem eru í þeim bransa eða hvert sem hefur áhuga á því. En það hefur verið eftirspurn eftir þessu og ég er mjög ánægður með að þau ætli að taka þetta að sér og gera þetta á þessu svæði. Þetta er svona jaðarsport sem á mjög vel heima með bæði innviðunum sem eru þarna á svæðinu og þessum hóp. Þannig að bara ask vel gert og ég hlakka til að vinna þetta áfram með þeim. Takk fyrir Sigurjón. Orðið laust, gjörðu svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að hvetja fólk til þess að kynna sér þessa breytingu mjög vel því að það hafa komið líka spurningar frá fólki sem er í annarri nýtingu landsins þarna kring, bara hvað er það að gera og hvað á þetta að verða risastórt eða hvað er verið að gera þarna. Þannig að ég vil bara beina því til þeirra sem að ekki kannski eru akkurat Sigurjón búin að maður er Aksturs íþróttafélagi sem er bara gott og allt það, en maður hefur fengið spurningar og auðvitað náttúrulega nú er það að koma fyrir augu almennings og þannig að bara hvetja fólk til þess að kynna sér það og þá kannski eru áhyggjur óþarfar eða hægt að gera einhverjar breytingar eða athugasemdir við koma með ábendingar ef þarf. Takk fyrir Ásgerður. Ég ítreka það að kynningafundur var haldinn 8. maí síðastliðinn en þetta er það sem við erum að leggja til hérna er til auglýsing í samræmi við deiliskipulagsbreytingu. Þannig að það er það sem við erum að samþykkja hér, ef við samþykkjum það þarf að segja. En orðið laust áfram, gjörðu svo vel. Það kveður sig engin hljóðs. Þeir sem eru þessari tillögu að auglýsingu í samræmi við 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Þeir sem eru því samþykki vísast gefa merki. Það er samþykkt og í beinu framhaldi þá ætla ég að hvetja alla enn og aftur til þess að verða áskrifendur á skipulagsgáttinni.is. Á
þá sjá menn allar þessar breytingar, auglýsingar og annað slíkt sem á við í okkar sveitarfélagi. Það þarf bara að velja póstnúmerinn. Þá förum við hér í leið númer 13 á dagskránni í dag. Það er deiluskipulag jörðin Byrgi í Borgarhöfn, en lögð er hér fram tillaga að nýju deiluskipulagi fyrir jörðina Byrgi í Suðursveit. Skipulagið gerir ráð fyrir uppbyggingu á 3 til 4 stjörnu hóteli. Skipulagssvæðið er sunnan við þjóðveg númer 1 og gert er ráð fyrir að hótelbygging verði allt að 6.000 fermetrar með allt að 216 gistirúmum. Hótelið verður reist úr forsmíðum einingum. Norðan við hótelbygginguna er gert ráð fyrir starfsmannaíbúðum á 2 hæðum. Áformin er hluti af endurskoðun aðalskipulags Hornafjarðar og kynningafundur vegna tillögunar var haldinn 8. maí síðastliðinn. En orðið er laust, gjörðu svo vel, hér er þessa deiliskipulagsbreytingu við jörðina Byrgi í Borgarhöfn. Það kveður sig engin hljóðs. Því leggja til að tillagan verði auglýst í samræmi við 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga og þeir sem eru því samþykki vinna skiðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið númer 14 á dagskránni í dag. Það er deiluskipulagsbreyting Skaftafell 3 og 4. Lögðu fram ósk Arctic Circle Hotels EHF breytingu á deiluskipulagi fyrir Skaftafell 3 og 4. Breytingin felur í sig að hámarkshæð bygginga verði lækkuð úr 6 metrum í 4 metra og hámarks flatarmál húsa verði áfram óbreytt eða 64 fermetrar. Kynningafundur vegna tillögunar var haldinn 11. maí síðastliðinn og orðið er laust, gjörðu svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara segja að ég er ánægð með það að þessi tillaga sé komin hér inn því að ég sé þetta sem viðleitni þeirra aðila sem eru þarna með þetta svæði til þess að koma til móts við ábendingar íbúa og annarra sem hafa verið að gera athugasemdir við deiliskipulagið eins og það er í dag. En hins vegar gerir ég mig grein fyrir því að það er ekki, fólk er kannski ekki endilega sátt við það sem er lagt fram þarna, en það er allavega verið að vinna í málinu og þarna gefst fólki tækifæri til þess að koma með þá ábendingar, umsagnir það sem að rekstraraðili eða landeigandi hyggst eða óskar eftir að vera gert. Og það er svo bara ferlið sem að leiðir það í ljós hvort það sé tekið tillit til þess eða ekki, en allavega eins og staðan í dag vitum við hvað við höfum, en þarna er bæði verið að lækka byggingarnar, reyndar er þá gólfflöturinn að stækka miðað við það sem að er á þessum eins og lofthæðar húsum, en þarna hefur fólk tækifæri til þess að koma inn í, stíga inn í, koma með málefnalegar ábendingar það hvað hægt er að gera til þess að það geti náðst svona betri sátt málið, þó maður gerir sig fyllilega grein fyrir því að margir hverjir vilja að þetta bara í burtu. En þarna er þá allavega verið að bjóða til samtals, þannig að ég hvet fólk til þess að kynna sér þetta og leggja fram sínar áherslur í málinu þannig að það sé hægt að vinna með það áfram. Takk fyrir Ásgerður. Áfram hveti ég ykkur til þess að ná í skipulagsgáttina, verða áskrifundur þar, þetta kemur allt þar fram. Ítreka það að fundurum var haldinn í gær, 11. maí. Orðið er laust, gjörðu svo vel. Það kveður sig engin hljóðs, því legg ég til að tillagan verði kynnt og auglýst samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga og þeir sem eru því samþykki vinna skiðamerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þar einmitt geta allir kynnt sér málin og koma með málefnilegar athugasemdir ef þær eru. Eyrún óskar hér eftir fundarhlé og við verðum við því. Takk fyrir, það verður tekið hlé hér í
einhverja mínútur. Takk. Takk fyrir, Tjörfi. Fundarhlé er lokið og fundurinn hefur tekið gildi aftur. Forseta var hér á í messunni. Hann er svo gaman að messa. En ég hljóp hér yfir í máli nr. 12 breytingu á deiliskipulagi mótorhjólsbrautar. Að það var tvennt sem við þurftum að samþykkja þar. Við vorum búin að samþykkja auglýsinguna samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar. En ég þarf einnig að leggja fram að við samþykkjum breytta landnotkun úr landbúnaðarlandi í íþróttasvæði og tekið verði fyrir í yfirstandandi endurskoðun aðalskipulags. Þeir sem eru þessu samþykkir, þessu eru viðbót við mál nr. 12, þeir sem eru því samþykkir vísast gefa merki. Það er samþykkt með 12 atkvæðum. Takk. Sagði það með 7 atkvæðum. Ég var í máli nr. 12, þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Nú er ég alveg orðið ruglaður. En það er bara gott. Takk fyrir það. En þá heldum við áfram með dagskrána hér í dag. Við vorum búin að samþykkja 14. liðinn og þá förum við hér í lið nr. 15 sem er umsókn byggingarleyfi fyrir Hafnarbraut 47 viðbygging en lögðu fram umsókn leyfi til viðbyggingar við Hafnarbraut 47 Brautarholt. Viðbyggingin samanstendur af kjallara og 2 hæðum ásamt 2-földum staðsettum bílskúr en ekki er til deiliskipulag sem nær yfir lóðina. Grenndarkynning hefur farið fram og engar athugasemdir bárust. Minjastofnun Íslands hefur veitt álit og gerir ekki athugasemd við fyrirhugaða framkvæmd og orðið hér laust gjörðu svo vel umsókn byggingarleyfi fyrir Hafnarbraut 47 viðbygging. Það
kveður sem engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að gefið verði út byggingarleyfi í samræmi við 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Þeir sem eru því samþykki með íslenska merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið númer 16, en hann Björgvin ætlar að víkja hér undir lið númer 16, 17, 18 og 19. Og við höldum áfram, hann hefur vikið úr fundasal og hér förum við áfram í lið númer 16, það er umsókn endurnýjun á framkvæmdaleyfi Kálfafellsstaðarkirkja. En lögðu fram beiðni endurútgáfu framkvæmdaleyfis fyrir nýjan veg við Kálfafellsstaðarkirkju. Fyrra leyfið var gefið út þann 20. apríl 2021 og er því runnið úr gildi. Fyrir liggja umsagnir Minjastofnunar Íslands og Vegagerðarinnar sem gera ekki athugasemd við fyrirhugaða framkvæmd. Orðið er hér laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin hljóðs, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdaleyfið samkvæmt 13. grein skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlegast gefa merki. Samþykkt með 6 atkvæðum. Einnig kaffi. Þá förum við hér lið númer 17. Það er landeignaskrá Skaftafell 3, umsókn staðfestingu merkjalýsingar. En lögðu hér fram beiðni samþykki merkjalýsingar vegna stofnunar lóðarinnar Sandbúðir 1A sem er áformuð 17 hektarar. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerði ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu. Nefndin taldi að stofnun lóðanna hefði ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 6. grein jarðalaga, samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Umsækjanda var bent á að uppbygging og framkvæmdir hefðu ekki verið heimilaðar á svæðinu umfram það sem gert var ráð fyrir í deiluskipulagi. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemdir við framlagða merkjalýsingu og stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 7. grein jarðalaga, einnig samanber 48. grein skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsamlegast gefa merki. Samþykkt með 6 atkvæðum. Og þá förum við hér í 17. lið á dagskránni í dag. Það er landeignaskrá Sandbúðir 3. 18. liður á dagskránni var það, sagði ég örugglega. Það er Sandbúðir 3, umsókn staðfestingu merkjalýsingar, en lögð er fram beiðni samþykki merkjalýsingar vegna stofnunar lóðarinnar Sandbúðir 4 sem er áformuð 28 hektarar. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerði ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu. Nefndin taldi að stofnun lóðanna hefði ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 7. grein jarðalaga, einnig samanber 48. grein skipulagslaga. En umsækjanda var bent á að uppbygging og framkvæmdir hefði ekki verið heimilaðar á svæðinu umfram það sem gert var ráð fyrir í deiluskipulagi. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu og stofnun lóðanna, enda hafi það ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 7. grein jarðalaga, einnig samanber 48. grein skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykki vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Þá förum við hér í 19. lið á dagskránni í dag. Það er landeignaskrá Staðarfellsfjöll, lóð nr. 33, umsókn staðfestingu merkjalýsingar. Lögðu fram umsókn staðfestingu merkjalýsingar lóðin Staðarfellsfjöll, lóð 33. Samkvæmt merkjalýsingu stækkar lóðin úr 0,3 hektara og verður 1,3 hektari. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerði ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu. Nefndin taldi að stofnun lóðanna hefði ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 7. grein jarðalaga og einnig samkvæmt 48. grein skipulagslaga. Umsækjanda var bent á að uppbygging og framkvæmdir hefðu ekki verið heimilaðar á svæðinu umfram það sem gert var ráð fyrir í deiluskipulagi. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það er engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemdir við framlagða merkjalýsingu og stofnun lóðanna, enda hafi það ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 7. grein jarðalaga og einnig samkvæmt 48.
48. grein skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykkir við skeiðamerki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Og Björgvin, þú mátt þá stíga í sal. Þá er Björgvin mættur og sestur í sæti sitt. Þá fyrir við hér í 20. lið á dagskránni í dag, það eru veglínur, en lagt er fram erindi frá íbúa þar sem að óskað er eftir að bæjarstjórn taki undir beiðni til vegagerðarinnar skýrari og betri veglínur á þjóðvegum í sveitarfélaginu, sérstaklega á mjóum og hlykkjóttum köflum. Í erindinu kemur fram að íbúi hafi áður sent vegagerðinni ábendingu mikilvægi góðrar vegmerkinga, sérstaklega í vetrartíman þar sem að aðstæður geti verið erfiðar og skyggni takmarkað. Vegagerðin hafi tekið vel í erindið og brugðist jákvætt við. Bent er á mikilvægi skýrra veglína fyrir öryggi allra vegfarenda, þar á meðal íbúa sveitarfélagsins, ferðafólks, starfsfólks í ferðaþjónustu og annara sem ekki eru staðkunnir og reiða sig því á í ríkari mæli á góðar vegmerkingar. Í samræmi við erindi leggur forseti því til eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn þakkar vegagerðinni fyrir góð viðbrögð við ábendingunum og mikilvægi skýrra veglína á þjóðvegum í sveitarfélaginu. Bæjarstjórn tekur undir mikilvægi þess að vegmerkingar séu skýrar og vel við haldið, sérstaklega á mjóum og hlykkjóttum vegköflum þar sem aðstæður geta verið krefjandi. Bæjarstjórn hvetur vegagerðina til að halda áfram áherslu á skýrar veglínur í sveitarfélaginu við framkvæmd sumarmálunar á vegum, enda séu þær mikilvægur þáttur í umferðaröryggi íbúa og svæðisins. Orðið laust gjörðu svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Því ber ég hér bókunina ein og sér, fyrst og fremst upp til atkvæða þeir sem henni samþykkir við skeiðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum og þeir sem eru samþykkir erindinu öll saman, bara málinu. Skeiðamerki, samþykkt með 7. Þá fyrir við hér í skemmtilegan lið á dagskránni í dag sem er númer 21, en það er kjörtímabilið 2022 til 26. Og hér er það að kjörnir fulltrúum gefur svolítið orðið laust. En menn vilja mæra hvern annan eða hvað annað eða fara yfir kjörtímabilið sem liðið er að líða. Ég ætla kannski bara í upphafi að fá að þakka ykkur kjörnir fulltrúum kærlega fyrir ykkar mikilvæg og góðu störf, sama í hvaða flokki þið starfið. Einnig fá að þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir frábært samstarf, bæjarstjóra, Jón og Benny sérstaklega, Arndísi og Tjörva og öllum hinnum, góða fólki, starfsfólki sveitarfélagsins. Spurning hvort við fáum að klappa fyrir henni Ásgerði sem er að ljúka sínu 16. kjörtímabili. Nei, 16. Fjóða kjörtímabili, 16 ár streitt. Þannig að Ásgerður 100 ára. Það er ekki alveg svoleiðis, en allavega sínum 16 árum í bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar. Þetta er ómætanlegt. En bara orðið er laust, gjörðu þess vel. Stefania. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Nú þegar kjörtímabilið er að líða undir lok, langar mig að nota tækifærið og þakka ykkur sem hér sitjið fyrir ánægjulegt samstarf. Það er oft sagt að kjörtímabil séu fljóta að líða og það er raunverulega þannig. Þegar ég var kjörin í bæjarstjórn hugsaði ég með mér, jæja, eftir 4 ár, árið 2026, verður barnið mitt sem nú er 3 ára árið 7 ára. Nú eru þessi 4 ár liðin, barnið árið 7 ára og annað bæst við. Ég lít stolt tilbaka yfir kjörtímabilið og þau verkefni sem hafa komist áfram. Ég vil líka viðurkenna að það er vottur af pirringi yfir þeim verkefnum sem ekki náðu af stað, en ætli það sé ekki líka gott merki að maður vilji gera meira, ná lengra og halda áfram að vinna fyrir sveitarfélagið.
Ég veit að sviðsljósi beinist að þeim í þessari umræðu en ég get ekki komið hingað upp á þess að þakka Ásgerði Kristínu Gylfadóttur og Tinnu Rut Sigurðardóttur kærlega fyrir þeirra störf í þágu samfélagsins. Það er auðvelt að vera áhorfandi og dæma störf bæjarstjórnar, stundum á gagnrýni rétt á sér og stundum ekki. En starfið er að mörgu leyti óeigingjarnt og þegar maður kemur inn í bæjarstjórn áttar maður sig fljótt á því að það er einfaldlega ekki hægt að gera allt. Sumt hefði maður vilja gera betur og af því lærir maður. Með Ásgerði hverfur mikil þekking og reynsla og er ég virkilega hreykin af því að hafa fengið tækifæri að læra henni gegnum hana síðustu 4 ár. Fyrir það vil ég þakka. Svo vil ég líka persónulega þakka fjölskyldunum minni fyrir að þola þetta pólitíska bras á mér og þá sérstaklega Ágústi og börnunum mínum. Að lokum vil ég þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir góð samtöl og góða vinnu. Ekkert myndi gerast í þessu sveitarfélagi ef ekki væri fyrir allt það góða fólk sem starfar á stofnunum þess og heldur þjónustunni gangandi á degi hverjum. Fyrir komandi bæjarstjórn og þau sem taka við keflinu er ég með eitt heilræði. Talið vel starfsfólk sveitarfélagsins. Það er grunnurinn og stoðinn sem heldur kerfinu gangandi. Við sem hér sitjum tökum stefnumótandi ákvarðanir en starfsfólkið er það sem vinnur úr þeim og heldur þjónustunni uppi. Neikvæð umræða fylgir þessum störfum allt of oft og þar getum við öll gert betur. Takk fyrir kjörtímabilið, ágæta bæjarstjórn. Kæri Sigurjón, Ardís, Jóna Benni og Tjörfi, takk fyrir mig. Takk fyrir Stefanía. Áfram orðið laust, Tinna. Brekka að fylgja þessari ræðu. En forseti, ágæti bæjarfulltrúar og starfsfólk sveitarfélagsins. Fyrst að ég er svona heppin að fá að mæta hérna í dag, þá vil ég nýta tækifærið og þakka ykkur öllum kærlega fyrir frábært samstarf. Ég vil þakka bæjarfulltrúum, íbúum sýslunar og starfsmönnum starfsmönnum sveitarfélagsins sem ég hef unnið með seinustu 4 ár. Þetta er bara búið að vera dásamlegur tími. Það er alveg ljóst að þetta er minn síðasti bæjarstjórnarfundur að minnstakosti næstu 4 árin, alveg óháð því hvernig kosningarnar fara á laugardaginn. Síðustu 4 ár hafa verið ótrúlega skemmtileg, krefjandi, lærdómsrík og gefandi. Ég hef kynnst alveg ótrúlega mikið af góðu fólki og náð að fylgja mikilvægum verkefnum úr hlaði. En af þeim fjölmörgu málum sem að ég hafði mikinn hug á að koma í gegn á kjörtímabilinu þá er áþreifanlegast að nefna hringtorgið margumrómaða. Það gleymast nú sennilega seint þeir fjölmörgu bæjarstjórnarfundir þar sem ég talaði nánast eingöngu áður fyrirhuguð 2 T-gatnamót á nýja fljótaveginum okkar. En hvar erum við í dag? Jú, við fengum í gegn þetta fína hringtorg í stað 2 T-vegamóta. Ég býð spennt eftir að heyra hvaða nafn verður valið á það, en ég er með 3 uppástungur. Það er Gulstarafitjavistatorg, Sandtorg eða síðast en ekki síst Tinnutorg. En það var hins vegar alls ekki það eina. Ég vildi aukna áherslu á raddir fólksins í dreifbýlinu. Það gerðum við bæði með íbúaráðum og aukinni virðingu fyrir og meiri nýtingu á félagsheimilunum okkar í sýslunni allri. Sem og auðvitað það við tryggðum mjög mikilvægt bráðaviðbragð í Suðursveit og Öræfum allt árið. Félagsþjónustan var og er mér hugleikin og voru mörg, stór og góð skref tekin þar. Ég hef alltaf reynt mitt besta að vera góð rödd fyrir þjónustunotendur félagsþjónustunnar og vinna af einlægni fyrir þau. En stofnun notendaráðs málefni fatlaðs fólks var mér mjög mikilvægt skref sem og kaup félagsþjónustunnar á bíl með aðgengi fyrir hjólastóla. Við opnuðum líka iðju- og hæfingastöð í Selinu. Við festum í sessi akstursþjónustu fyrir fatlaða og eldri borgara í sýslunni allri og að ógleymdum skólabörnunum okkar í dreifbýlinu en akstursþjónustan fyrir þau hefur verið efld gríðarlega og nú hafa öll í dreifbýlinu betra aðgengi að frístundum og þjónustu í þéttbýlinu og Höfn. Þetta var alls ekki tæmandi listi, en ég læt þetta duga í bili. Það verður reyndar ansi kærkomið að vera bara í 2 vinnum og ekki 3 og fá kannski aðeins meiri tíma fyrir mig og fjölskylduna mína. En aftur, ég er svakalega þakklátt fyrir allt og þá sérstaklega fyrir að hafa kynnst öllu þessu frábæra fólki, íbúum og samstarfsfólki og fyrir reynsluna sem að hlýst á því að vinna í stjórnsýslu. Eftir kosningar tekur svo ný bæjarstjórn til starfa og óska ég þeim sem að munu sitja í henni velfarnaðar og megi næsta kjörtímabil vera jafn skemmtilegt og drífandi eins og þetta kjörtímabil sem er að taka enda. Takk fyrir.
Takk fyrir Tinna. Tinna er svo heppin að hún fær að hlaupa í skarðið fyrir hans skóla Ingólfsson í dag og þá nota ég kannski bara tækifæri til þess að bæði þakka Tinnu fyrir hennar í hlaup og sömuleiðis skóla fyrir hans störf fyrir sem kjörufulltrúi. En áfram orðið laust, gjörið svo vel ef einhverju vill. Eyrún? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, starfsfólk og allir þeir sem að dettur sér í huga að láta hlusta á þetta. Það er rosalega skrítin tilfinning að standa hérna 4 árum síðar. Það er eiginlega ótrúlegt hvað tíminn hefur liðið hratt og ég þakka Tinnu kærlega fyrir að hafa farið yfir nokkur mál því að ég veit ekki alveg hvar ég myndi enda ef ég ætlaði að byrja að þelja upp allt sem á daga okkar hefur drifið síðustu 4 árin. Ég ætla hins vegar þá að þakka ykkur einlæglega fyrir gott samstarf. Ég held að sé leitun að bæjarstjórn sem hefur starfað sem eins mikil heild og þessi sem að situr hér inni. Við höfum náð að standa saman í öllum þeim stóru og mikilvægu málum. Það hefur lítið borið á milli ólíkra flokka hérna og alltaf höfum við einhvern veginn náð að sameinast hagsmuni sveitarfélagsins. Við höfum skemmt okkur saman hérna á fjölmörgum fundum, við höfum talað vel hvort annað, samfélagið okkar og sveitarfélagið og ég vona innilega að nýrri bæjarstjórn gangi það verkefni vel. Því að öll erum við einfallega bara partur af þessu samfélagi. Í samfélaginu okkar búa aðilar sem að seinna munu taka sæti í bæjarstjórn eða hafa þegar gert það. Og það er eins og Stefanía kannski kom inn á, pínu óeigingjarnt hlutverk að sinna þessu, ákveðin samfélagsskylda sem að knýr mann áfram. En þegar á öllu botni hvolft þá einfallega erum við íbúar hér í samfélaginu. Þannig að ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir samstarfið síðustu 4 árin, öllu starfsfólki sveitarfélagsins, öllum þeim íbúum sem við höfum átt samskipti við og hafa frætt okkur sína stöðu og sín málefni. Ég óska nýrri bæjarstjórn velfarnaðar í sínum störfum og vona að nýrri bæjarstjórn takist að halda jákvæðninni og samheldinni sem hefur einkennt þessa bæjarstjórn í sínum störfum. Því að ég held líka á síðustu 4 árum höfum við sýnt það að sameinuð séum við mun sterkari. Þá höfum við náð árangri í hagsmunagæslu, við höfum náð árangri í uppbyggingu og ég vona að þannig megi sveitarfélagið okkar ganga áfram, ekki bara á næsta kjörtímabili heldur öllum þeim sem á eftir koma. Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir Eyrún. Orðið laust. Einhver vill Hjördís Gjörsvel. Forseti og góðir bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að taka undir hérna hvert orð sem hefur fallið hér á undan mér og þakka bara öllum kærlega fyrir samstarfið. Ekki síst Sigurjóni Andrésinni bæjarstjóra. Ég vona að hann verði hérna áfram næsta kjörtímabilið. Ég vona líka að ég verði hérna áfram næsta kjörtímabilið og mér langar bara að segja takk fyrir mig. Takk fyrir Hjördís. Fleiri sem vil leggja orðið í belg. Björgvin Gjörsvel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vill eins og áður þakka kjörnum fulltrúum, bæjarstjóra, íbúum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir samstarfið og samveruna á líðandi kjörtímabili. Ég ætlum ekki að kveðja Tinnu sérstaklega núna því ég veit og vona að hún komi aftur og starfi á þessum vettvangi síðar. En það var ánægja að starfa með þér, Tinna. En nú hefur maður prófað að vera bæði í meirihluta og minnihluta og það er vissulega tvennt ólíkt en mjög lærdómsríkt hvoru tveggja. Tíminn mun síðar leiði í ljós hvort ég verði hér áfram á næsta kjörtímabili og ber ég vonir til þess. Auðvitað hafið þið sem hér setið hlusta mismikið á mig eins og gengur að gerist á þessum vettvangi og allt á lítið að mínu mati.
En það er þó einn bæjarfulltrúi sem verið duglegur að hlusta á mig en þið hinn. En það er auðvitað hún Ásgerður sem að kveði núna bæjarstjórnarmálin að sinni í það minnsta. Ég hef verið þess heiðurs aðnjótandi að fá að starfa með henni frá því að ég byrjaði sjálfur í bæjarstjórnarmálum fyrir 8 árum síðan. Á þeim tíma hef ég lært mikið og ekki síst af henni. Hún er sannkölluð framsóknarmanneskja og þannig án efa svo duglegasta sem ég hef starfað með á þessum vettvangi. Hún er einnig mikil samvinnukona, er lausnamiðuð og alltaf tilbúin að skoða og gera málamiðlanir til að sætta sjónarmið til að koma málum áfram með hag sveitarfélagsins í fyrirrúmi. Og hvort sem það er innan raða framsóknar eða annar flokka. Ég þakka henni því sérstaklega fyrir samvinnuna á síðustu 2 kjörtímabilum og óska henni velfarnaðar hér eftir sem hingað til. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er nú liður sem var ekki í samþykktunum, þannig að spurning hversu langan ræðutíma. Nei, ég er nú að gera grín eftir. En mér langar að byrja þess þar sem að Guðrún Stefanía var með fjölskylduna. Því að 2010 þegar að koma málið við með maður og segja Ásgerður, nú bara verðum við, ef ég fer kemur þú. Það var hann Kristján Guðnason sem að plataði mig að taka þátt í þessu ævintýri sem að setja í bæjarstjórn er. Þá var ég með yngsta barni 4 ára og hann var 20 daginn. Þannig að þetta rúlar og þetta er eins og tíminn hafi flogið. Og það er spurning hvað ekki fer ég að sinna honum betur, hann náttúrulega bara floginn að heima. Þannig að það er spurning hvort maður þarf að fá sér hund, ég var að passa hund helgina. Kannski eitthvað sem að geti tekið sér fyrir hendur núna, en auðvitað margt sem hægt er að gera. En mér langar að taka undir með ykkur og þakka fyrir samstarfið, þetta hefur verið mjög ánægilegt og það vil nú þannig til að það fara úr meirihluta í minnihluta og aftur úr meirihluta svo í minnihluta, þetta er allt, en allt hefur gengið vel og alltaf frábært fólk sem maður er að vinna með. Það er nú það sem stendur upp úr og ég myndi að kynnast þessu ólíka en góða fólki. Og ég get líka tekið undir sem Björgvin sagði að mér finnst ekki að hafa verið hlustað nóg mikið á mig. En það væri gaman kannski að ykkur tæki saman tölfræði yfir það hver talar samt mest. Það er nú gert á Alþingi. En af því að mér finnst ég alltaf vera eitthvað hér að suða í þessari pontu og þetta kjörtímabilið farið svolítið í það að maður verið í sumum mætti segja tuggírnum en í leiðbeiningagírnum eða eitthvað slíku því að það var óneitanlega mikil áskorun að hefja þetta kjörtímabil með mjög óreyndu fólki. Það er bara svoleiðis og ég veit að þið hafið alveg fundið það líka og sagt það því að það er ýmislegt sem hefur svona þurft að læra og sumir að leiðbeina og stundum finnst manni hlusta og stundum ekki og bara eins og gengur og gerist. En allavega þegar að svona líða fór á að þá bara hlusta meira. Nei, en þetta hefur verið ánægilegt kjörtímabil eins og hinn önnur og ég vil þakka einhver starfsfólki sveitarfélagsins, þakka íbúum fyrir bara allt samtalið í gegnum þessi 16 ár og það hefur verið bara mjög ánægilegt og Björgvin Ían og Afi, ég held að það hafi verið hann að hvort ég kæmi aftur, aldrei að vita, þannig það er engin öruggur. En takk hérlega fyrir gott samstarf. Sigurjón, takk fyrir samstarfið við þig og bara ef að allir starfsmenn ekki að hlusta þá bið ég ykkur að koma kveðjum til þeirra og þakka fyrir. Takk fyrir Ásgerður og bara svo það sé alveg hreinu að henni verða sjálfsögðu færð blóm hér og eftir, hún þarf ekki að taka á móti því hér í beinni útsendingu. En fleiri sem vilja taka til máls hér í dag, Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já,
þetta er ég vil nú byrja á að þakka Ásgerði fyrir sitt framlag til samfélagsins hérna. Það er ekki sjálfgefið að fólk gefi sig í þetta hlutverk að taka þátt í sveitarstjórnarmálum og að taka sæti í bæjarstjórn, bæjaráði, nefndum og vera að vinna þessu. Þetta er í raun að einhverju leyti félagsstarf og það krefst mikillar ábyrgðar að setja hagsmuni samfélagsins og svona ástríðuna fyrir því ofar sínum eigin hagsmunum og svona þægindum, og fyrir það eigið þið öll þakkir skilið. Ég er ekkert í sérstöku kveðjuskapi samt sko, þó að sé svona sérstök ára yfir þessum fundi vegna þess að þetta er síðasti fundur þessara bæjarstjórnar. En ég vil samt þakka ykkur fyrir samstarfið. Það hefur verið alveg frábært á kjörtímabilinu. Það hefur verið alveg frábært og það er ekki sjálfgefið að vera að vinna í hóp eins og þessum hérna, það sem að er svona góð ára yfir hlutunum og fólk er tilbúið að ræða sér niður á lausn. Við höfum náð árangri saman og það hefur verið heiður að fá að vinna með þessari bæjarstjórn og hvað sem framtíð ber í skauti sér, þá er ég mjög stoltur af því sem við hefum gert saman. Og en að öðru leyti þá nefni ég aftur að þó að sé óvissa eru sveitarstjórnarkosningar helgina og engin veit sína ævi fyrir öll en við ætlum allavega að gera okkur glaðan dag núna á eftir og svona fagna þessum árangri sem við höfum náð saman síðustu 4 ár sem hafa verið sannarlega viðburðarík og svona tákgrænt. Þá ætla ég nú að segja við bæjarfulltrúa og að takk fyrir mig allavega í bili. Þetta hefur verið magnað og aftur kæra þakkir Ásgerður fyrir þitt magnaða framlag til samfélagsins í Hornafirði. Takk fyrir Sigurjón. Allir búin að mæra alla, þannig að þetta er mjög gott. Mest er að vera að mæra en Ásgerði, það er líka mjög gott. Fleiri sem vilja taka til máls í dag? Svo er ekki. Þá ætlum ég bara að enda á því að minna ykkur á að kjördagur er núna á laugardaginn. Þar eiga allir að nýta sinn rétt til þess að kjósa. Og ef þið er ekki heima á laugardaginn þá eigið þið bara að fara til sýslumanns og kjósa þar. Alveg sama hvað þið kjósið. Nýtið þið réttin ykkar til þess að kjósa. Því við höfum ekki mikilvægari réttindi heldur en það að kjósa hvort sem er til Alþingis eða sveitarstjórna. Þannig að við skulum öll nýta hann, pössum það. En nú slít ég þessum fundi hér í dag og allir fara út í sumarið. Takk fyrir kærlega fyrir samstarfið og slít hér fundið hér með. Takk fyrir.